inn á Book Creator þá þurfum við að skrifa hérna efst uppi Book Creator, bookcreator.com. Og þá komið hérna inn á innskráningarsíðuna og þið smellið hérna á þennan takka hér sem stendur Login og passið að standi hérna Student Sign In. Farið svo hér og Sign In with Google og veljið nafnið ykkar hér og halda áfram. Og þá kemur upp þessi gluggi hérna. Þið þurfið að fá hérna kóða til að setja hérna inn. Til að búa til nýja bók þá smellið ég hér á gula hnappinn sem stendur New Book og svo það spurning hvernig maður vill hafa hana í laginu og ég ætla að velja þessa ferköntu hérna. Ég ætla að láta bókinu minni, ætla að byrja að setja í nafni á bókinu minni. Þá þarf ég að fara í plúsin og ýti á text. Þið sjáum maður getur valið myndir og ýmislegt hérna en við erum að fara að nota myndir sem images og text og ég er núna text. Skrifa nafnið, Tígurinn Tumi, því það er það sem að sagan mín heitir. Og þá kemur þetta ósköp lítið og ómerkilegt hérna inn á. Af því að ég er með þetta blátt hérna í kringum, ég er búin að smetla á þetta þannig að það er blátt. Og þá get ég farið hér í og smellt á það og hérna efst uppi get ég ráðið stærðinni, get ég stækkað þetta. Og ef þetta verður of stórt þannig að fara í 2 línur og ég vil samt hafa þetta svona stórt, þá get ég dregið hérna í bláa og breikka þetta. Og ef ég færi til hérna þetta, þú veist, þá get ég fært þetta hver sem ég vil og ég ætla að hafa þetta svona sirka á miðjunni, kassan. En ég ætla að fara með hérna, láta þetta sitja á miðjunni í þessu. Og svo finnst mér þetta alltaf grænt letur, þannig ég ætla að fara hérna í leturgerðirnar og sáðu, þannig fekk ég svona þykkt og fínt letur, en ég get valið hér alls konar leturgerðir og alltaf þegar ég ýta hérna á örunum tilbaka og hérna, það er sem stundum ég breyti leturinn hérna þar sem stendur font og hérna er ég að hugsa að hafa þetta bara svart. En ég get valið allskyns liti hérna og ég get alltaf ýtt hérna tilbaka til að fara tilbaka. Ok, nú ætla ég að setja inn mynd og þá fer ég í plúsin og ýta á mynd og ég ætla að finna mynd af tígrisdýri. Og hérna, ég ætla til dæmis að taka bara þetta hérna og segi add. Tekur smá stund að komast inn og núna þá langar mig að hafa bara svona hausinn á allir. Ég vil ekki hafa svona mikið grænt í kring. Þá smelli ég á myndina þannig að sé blá rammi í kringum hana. Fer hérna á og sjáið, hér fyrir neðst niðri stendur crop image. Ég get smellt á það. Það þýðir að ég get minnkað myndina eða þar sé klippt burtu hluta af myndinni án þess að breyta myndinni sjálfri eða stærðina á myndinni sem er inn í rammanum. Og þegar ég er orðin ána, þá ýti ég bara hérna á gula takkan sem stendur crop og þá er myndin orðin minni. Svo get ég stækkað hana aðeins ef ég vil með því að draga í hornin. Og sjáu þegar ég seti þetta svona og það koma línur, núna þessi rauða lína segir mér að myndin er á miðjunni og þá ætla ég að hafa hana þannig. Og ég ætla að færa þetta allt aðeins ofar. Og nú ætla ég að setja nafni á höfundinu hérna undir, þá fer ég hérna í plúsin og vel texta. Skrifa nafni mitt. Og segi done. Og þetta kom þá bara í sama letur og ég notaði síðast, þannig að ef ég vil breyta því, þá þarf ég að fara hér í og gera það. En ég er ekki svona leyfis bara að vera eins og er. En nú langar mér að breyta bakgrunninum. Ef ég færi núna hérna, ef ég kíkja hérna á þá myndi ég að því ég er með bláan kassa í kringu letrið, þá fæ ég bara eins og letrið er. En ef ég smelli hérna, þannig að ekkert sé valið, engin blár kassi, þá og fer ég þá sjáu þið, ég get haft áhrif á bakgrunnin. Þannig að ég get haft þetta í einhvern lit eða ég get farið hérna og valið eitthvað munstur hérna og ég er að velja bara til dæmis bara þetta. Já, þetta er ekki bara kraftlegt fyrir tígurinn Tuma. Og svo ætla ég að ýta hérna á örina, því að nú er ég búið með forsíðuna og ég ætla að fara yfir á fyrstu blaðsíðuna. Og til þess að setja textan úr sögunni sem að
ég var búin að skrifa og eins og þið eru að fara að gera líka, þá fer ég hér aftur og ég finn texta. En nú þarf ég að fara inn í söguna sem að ég var búin að skrifa og þá þarf ég að smella fyrir framann og velja það sem á að fara á fyrstu blaðsíðuna, þannig að það sé blátt utan um það letur. Ýti á Ctrl+C eða hægri smelli á músinni og segi afrita, fer svo hingað og segi Ctrl+V eða hægri smelli og segi paste. Og svo ýti ég hérna á done og þá kemur þetta inn. Og af því að þetta sama letur og ég var að nota áður, þá get ég, þá kemur það inn aftur. En ég ætla að breyta letrinu, þannig að það sé örlítið auðveldara að lesa, þannig að ég ætla að smella hér og finna bara eitthvað letur sem að mér finnst bara vera ágætt. Til dæmis þetta. Svo get ég stækkað, ef ég vil það, get ég haft þetta örlítið stærra. Svo ætla ég að steina myndina sem ég teiknaði í Paint 3D og þið voru búin að vista og þá fer ég í plúsin, Image og þá þarf ég að fara hérna á bláa. Hérna ef þið eru að leita á netinu, upp í reitnum þá skrifið ég leitarorð en ef þið ætla að sækja eitthvað á tölvunni ykkar þá smellið ég hérna. Síðan þurfum við að sjálfsögðu að finna bara ykkar svæði munnið inn á bekkir, 5. bekkur og svo framvegis og finni myndin ykkar. En ég ætla ekki að fara alla leið þangað. Þannig að inn í þessu þá eru það alltaf guli plúsin sem skiptir máli, þar velur maður myndir eða texta og svo er það hér eftir í hvað er valið, hvað við getum sett hér inn. Og hérna ætla ég reyndar að setja líka einhvern bakgrunn og er að spá ég að setja einhvern ramma, velja kannski þetta, þá finnst mér þetta að vera svona litrikari blaðsja. En látum þetta duga í bili.